Siggi, velkomin. Takk fyrir það. Herru, það fer að heldur betur að styttast í mótið. Hvernig er svona tilfinningin fyrir sumrinu 2014? Herru, hún er rosalega góð. Þetta er bara búið að vera mjög góður stígandi í þessu hjá okkur á undirbúningstímabilinu og búin að vera frekar samheldinn hópurinn og spilamennskan búin að vera flott tilbaka og sóknarleikurinn búin að vera þokkalega líka, þannig að þetta er bara rytminn í liðinu er bara frekar góður, finnst mér. Nú eru alltaf þess að spára hrannast inn, okkur sem spá frá 7. niður í svona 8. Hvernig svona, heldur að það sé ekki svona raunhæft svona spá fyrir mót? Já, ég held að það sé voða eðlilega spá kannski bara með það sem á undan hefur gengið. En við ætlum okkur klárlega að gera betur en það. Maður er alltaf að setja markmiðið hærra, en já, ég held að það sé nokkuð eðlilegt svona einhvers staðar miðjadeild. Og það er náttúrulega fyrsta leikur núna á sunnudaginn, það er náttúrulega Keflavík. Hvernig svo leggst sá leikur í? Bara mjög vel, bara orðinn óþreyjufullur á að byrja þessa deild og bara hlakka mikið til að fá að spreyta mig á grasinu í Keflavík. Búinn að heyra að grasið sé mjög gott fyrir sunnan og bara hlakka til að taka á móti flottu Keflavíkurliði og bara reyna að reytast í eina þeim. Okkur svona gekk nokkuð vel með það í fyrra, 4 stig af 6. Hvað svona telur að því strákurinn þurfa að gera til þess að ná 3 stigum á sunnudag? Sko, fyrst og fremst er það bara mæta til leiks. Við höfum klikkað á í nokkrum leikjum. Ég veitur að þá erum við ekki að byrja leikina. Við þurfum bara að byrja leikinn og einbeita okkur að okkur. Og þá er þetta bara klárt, held ég. Já, eins og ég segi, eins og í Lengjubikar fá ég mörk mjög snemma, eins og mútið Blikum og Keflavík. Hvað svona, hvernig telur það sé best, hvernig er best að handla það? Að forðast það? Það er bara undirbúningurinn þarf að vera réttur og menn þurfa bara að vera rétt stemdir til leiks og hugsa leikinn áður en að byrjar. Fara yfir þetta í hausnum hvernig maður ætlar að græja þetta inn á vellinum. Bara vera klár, gera allt sem maður getur til þess að vera klár í leikinn og byrja hann bara á fullum krafti. Og náttúrulega Pepsi-deildin er svona hálfgjört hraðmót, sérstaklega í byrjun, þannig að 3 stig skipta náttúrulega verulegu máli. Já, 3 stig skipta mjög miklu máli. Það væri rosalega gott að fá 3 stig úr fyrsta leik af því að þó það ekki gerast að þá vill stundum til að þegar að menn byrja á tapi þá svona á það til að menn verði eitthvað svona stressaðir og eitthvað, ég veit ekki, fara að hugsa eitthvað sem ekki að vera að hugsa, en við ætlum bara að taka 3 stig, það er bara klárt mál. Herru Siggi, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel á sunnudag. Takk fyrir, sömuleiðis. Herru, Palli, velkomin. Herru, Keflavík á sunnudaginn, hvernig svona leggst sá leikur í því? Það leggst bara við okkur að tilhlökkun að byrja á móti loksins. Það er búið að vera langt og strangt undirbúningstímabili eins og undanfarin ár reyndar. Þannig að menn bíða bara spenntir og eru staðnir að byrja betur heldur en í fyrra. Við tölum rétt að þessum þetta Keflavíkurlið. Hvernig svona bolta með við búast við fram á sunnudag? Þetta þeir Keflavík með flinka stráka og þeir vilja spila boltanum, en ég reikna nú samt með þetta verði kannski meira svona vorbragur á þessu þannig laga að menn taka enga sénsa og bæði liði sjálfsagt og reyna frekar að koma boltanum bara eins langt frá markinu hægt er, og þegar það er auðvitað vorbragur á spilamennsku held ég flestra liða núna þegar menn skella sér á gras, en við vitum það að Keflavík, við spilum við þessum daginn og við vitum að þeir eru með hörku fótboltamenn og við þurfum að vera þéttir klárlega ef við ætlum að fá út úr þessu leik. Við tölum bara hópinn okkar, Chuck verður banni, en hvernig stanna eru allir aðrir til? Já, svona nokkurn veginn, það er einhver eymsli, Orri Sigurjóns hefur ekki getað æft með okkur. Einhvern eymsla, þannig að það er spurningamerki með hann, en aðrir eru held ég klárir í slæginn. Eins og segir þið náttúrulega mættu Keflvíkingu bara inn í deildabikarnum. Þar sem þeir byrjuðu náttúrulega leikinn mjög vel. Hvað svona þurfið þið strákar að gera til þess að forðast þá byrju?
Já, það held ég galdurinn við þetta, það að byrja leikinn almennilega og það sem að við leggjum upp með það að koma boltanum eins langt frá markinu hægt og þó við þurfum að dundra honum 70 metra eða 100 metra þá verður það örugglega upp á öryggi tekið í byrjun, það er klárt og við viljum spila boltanum, ekki misskilum en við ætlum ekki að byrja að þurfa að þrífa upp skítinn eftir einhverju mínútur eins og við gerðum í nokkur leikjum undanfarið. Þannig að ef við þurfum að nota það aðferð þá gerum við það og því að við erum alltaf hættulegir fram á við, því ég hef engar ágjörð því en það er svona hitt sem við trufla með að við leikina í fyrra sem við byrjuðum að fá okkur fullt af ruglumörkum og það er það sem við fókusum á núna. Eins og sagði við Sigga á þannig að Pepsi-deildir hálfgerðstundum svona hraðmót, þannig að hvert stig náttúrulega mjög dýrmætt. Alveg klárlega og það ekki endilega bara í þessu hraðmóti, það sýndi sig að við endum tímabilið vel í fyrra, þannig að ekki var það í upphæði móts og það er svona alveg sama hvenær stigin koma, þau þurfa að koma alveg klárt og við förum í leikjum í Keflavík eingöngu með það að reyna á í öll stigin sem eru í boði og undir markmiðið að halda hreinu markinu okkar, þannig að við fáum þá minnst eitthvað út úr honum en það verður ekki spurningi fyrir að fengu flest okkar stig í liðinu kringum okkur og ef við ætlum að reyna að stíga skrifuna hærra þá þurfum við að taka stig af liðum sem eru spáð ofar og svo framvegis en það er ekkert sjálfgefið að Keflavík verði auðveldari heldur en FH eða KR eða Breiðablik hvað sem er útvöld, þannig að auðvitað erum við bara fókusir á okkur og förum hann til að slást fyrir þessum 3 stigum og ég held að menn sé nokkuð gíraðir í það. Palli, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel á sunnudaginn.